Brynjar, allt í þriðja leik og móti Keflavík. Hvað er að gerast okkur í þessum? Hvar fer þessi forgólum? Við vorum bara ekki með það. Það er ekki svona það. Það er skrítinn svona, já bara skrítinn að koma inn að leik. En svona er þetta. Þið voru vel inn í fyrstu tveimur leikjum og hefði vel getað tekið þá. Þóttir vonbrigði að vera ekki meira inn í þessum í lokin? Já, Þessi Keflavík eru með framöður okkur í skynsemi. Við fengum helling af sénsum í leik 1 og 2, einu stíði, tveimur mundir. Við fórum alltaf einhver hetjuskot. Það skilur á milli og það er bara Keflavík-lið að veit hvert á að sækja og gera það fáránlega vel. Við skiljum þennan leik svona kannski fyrir utan sviga. Þetta er fyrsta seríu sem KR tapar síðan 2013. Hversu stórkostlegur er sá árangur? Svona, ég veit það kannski erfitt að hugsa það núna en þú veist hvað ég meina. Þetta er alltaf búið að vera ótrúlegt rönn og það er bara gæsa á að hugsa það. Þetta er eitthvað sem var alltaf að hugsa aftur og að vera að toppa svo lengi. Ótrúlegur kjarni af KR-íkum, frábæri leikmenn, Helgi, Jón, Pavel, Darri, Toppi hérna. Við erum búin að vera yndislegt bara og svo óeigingjarnir, alltaf tilbúin að fórna fyrir hvern annan og maður sér það bara, maður sér það svipar til Keflvíkingana í dag, þeir eru rosalega óeigingjarnir og þegar við erum með það þá gerast góð hlutir. Leikurinn farinn hérna í lokin, þið búin að vera með frábæra stuðningsmenn í úrslitakeppninni í seríunum á móti Való í þessari seríu. Hversu fallegt er það að stuðningsmenn ykkar byrja að syngja sexfaldir meistarar þegar leikurinn er farinn? Þeir hafa aldrei hætt að syngja og hafa aldrei hætt að stuðja okkur. Það er bara mikils fyrir félagið og þið búin að gera rosalega mikið fyrir félagið að seríu á móti Val að hjálpa félaginu saman og fá stuðningsmenn til að mæta. Þetta hefur bara verið frábært, báðum með, Keflavík á heiðuskili líka. Þetta hefur yndislegt að spila í umhverfi og ég hefur bara gaman að þessu. Frábært, takk.